Þjálfari fyrir íslenskar aðstæður. Komið sæl, í dag hefur verið frekar meinlaust veður. Vindurinn hann fór ekki yfir 10 metra á sekúndu og úrkoman hingað til hefur ekki orðið meira en 10 millimetrar á neinni stöð. Við sjáum hitatölur, þær eru heldur á niðurleið en síðustu 5 daga þá hefur einhvers staðar mælst yfir 20 stig hiti og hefur það einkum gerst austan til. En í dag þá hefur hitin ekki farið upp í nema 18,5 stig á Brú og Jökuldal. En kaldast var á Vestfjörðum, á Hólum í Dýrafirði en þar fór hitin rétt yfir 2 stig í nótt. En við sjáum að það var nú einhverja sól að sjá hér á austanverðu landinu en skil sem lá hér yfir vestanverðu landinu og það rigndi svolítið úr þeim. En við sjáum einnig hér við strendur Grænlands að það er smá hafís, hann er heldur gisinn þó en einhverjir jakar hafa komið nálægt landi í okkur og mælast þeir 20 mílur frá Vestfjörðum eins og staðan er núna. Hér suðaustur af sjáum við lægð sem kemur hér til okkar í nótt og með langþráðri rigningu á austanverðu landinu, á minnstakosti fyrir suma. En ef við skoðum hér á Norður-Atlantshafskortinu þá sjáum við lægðina hér nálgast okkur, styttir upp vestanvert landi en síðan byrjar að rigna hér fyrir austan, gæti mögulega alveg færst yfir á norðvestanvert landið en þurrt suðvestan til á miðvikudaginn. Það er meinlítið veður, það er frekar hægur vindur og úrkomi lítið, mögulega bara þurrt í flestum landshlutum. Á hitasvæðinu er það helst í fréttum að á morgun þá er að kólna og þá sérstaklega fyrir norðan en það réttar svona af hitatölunar hægt og rólega næstu dögum. Það er ekki útlit fyrir að hitin farin eitt yfir 10 stig á norðanverðu landinu en það er útlit fyrir hlýjasta veður á Suðurlandi. En hér sjáum við núna í kvöld og nótt hvernig lægðin hér nálgast landið. Í fyrramálið þá er búið að bæta aðeins í vindin hér með austurströndinni. Á morgun þá stefnir í að verði norðlæga átt svona 5 til 13 metrar á sekúndu. Hér í fyrramálið þá svona einna hvassast hér suðaustan til og úti fyrir Vestfjörðum. Sjáum hér hitatölurnar, þar eru svona kannski frá 2 og upp í 7 stig hér fyrir norðan en svona heldur hlýrri hér sunnan heiða. Og byrjaði að rigna eins og sjá má og svo þegar líður á daginn þá er svona að bæta í úrkomuna með þessari lægð. Og það er ekkert rosalega mikill vindur svo sem í þessu, það er helst strengur hér með austurströndinni upp í 13 metra þar og síðan á Faxaflóa þá gæti vindurinn að fara upp í 13 metra. Sjáum hér hvernig vætan er vestanvert landið og útlit fyrir að hæstu hitatölu verði svona 17-18 stig á Suðurlandi á morgun en fyrir norðan þá er þetta nú ansi mikið lægra heldur en hefur verið síðustu daga. Þegar við horfum síðan fram til miðvikudags þá er þessi lægð hér á leiðinni til norðurs og það snýst til vestlægrar áttar á landinu og eins og sagði þá jafna hitatölu sig aðeins hér fyrir norðan að útlit fyrir að náum alveg 10 stigum þar. Það er að draga úr bæði vindi og úrkomu, þetta er svona vestlæga átt 3 til 8 10 metrar á sekúndu. Það er smávegis skúrir hér og þar og útlit fyrir að mögulega jafnvel sjást eitthvað til sólar landið vestanvert en það er nú alltaf vandasamt að spá sól í vestanátt á þeim slóðum. En síðan á fimmtudaginn þá sjáum við víða nokkuð bjart veður og möguleiki á kannski 1 eða 2 skúrum. Það er það einkum hér á austanverðu landinu. Hitatölunar þar eru svona, kannski 8 til 15 stig og svo á föstudaginn. Þá sjáum við að hitatölunar fara hækkandi hér á norðaustanverðu landinu og aðeins nær því sem fólk þar hefur vanið síðustu daga en hér sunnan og vestan til þá er útlit fyrir rigningu og svona vaxandi suðaustanátt, jafnvel 8 til 15 metrar á sekúndu og hitatölur svona í kringum 10 stig. En hjá okkur á morgun það er norðlæga átt 5 til 13 metrar á sekúndu og rigning austanvert landið, úrkomulítið norðvestan til en þurrt mögulega að létta eitthvað til suðvestanlands. Það fer kólnandi og sérstaklega fyrir norðan en hlýnar sunnan heiða. Takk fyrir og verið sæl.